Innanríkisráðherra ber fullt traust til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og telur ekki þörf á afsögn vegna lekamálsins. Innanríkisráðherra segist bera fullt traust til Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og telur ekki að hún þurfi að segja af sér vegna lekamálsins. Höskuldur Kári Schram. Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu síðustu viku að Sigríður Björk, sem þá gegndi stöðu lögreglustjóra Suðurnesja, hafi ekki haft lagaheimild til að senda trúnaðarupplýsingar hælisleitnandann Tony Amos á Gísla Frey Valdirsson, þáverandi aðstoðarmann Hönnu Birnu Kristjánsdóttur. Ólöf Nordal innanríkisráðherra segir að málið varpi ljósi á nauðsyn þess að gæta sérstaklega meðferð persónuupplýsinga. Hvað finnst þér þessi samskipti aðstoðarmanns ráðherra og lögreglustjórans á Suðurnesju? Ég held að það sé mikilvægt að gera greinarmun á aðstoðarmönnum og síðan embættismönnum í ráðuneytunum. Og ég held að það er raun og verið það sem að menn hafa verið að benda á og við erum að skoða sérstaklega í stjórnarráðinu og ég held að sé eðlilegt að það sé gert. Síðan hefur það verið þannig og menn hafa haft það verklag þegar aðra sett stjórnvald óska eftir gögnum, þá þau veitt enda það vegna einhverja tiltekinna mála. Og það í því ljósi sem að Sigríður Björk afhendi gögnin hingað inn í ráðuneytið og ég tel að hún hafi verið fullkomlega góðri trú þegar hún gerði það. Hvað finnst þér það að hún hafi ekki látið lögregluna vita þegar það lá fyrir að málið væri í rannsókn, þar að segja að hún hafi haft þessi samskipti við aðstoðarmann ráðherra? Nei, ég get ekki lagt mat á það. Hér verið að tala um það út af þessum niðurstöðu persónuverndar og hvort að hún hafi mátt afhenda gögnin og það raun og verið að vekja athygli á kringumstæðum þess að óskar eftir gögnum. Að það sé búið að tryggja ákveðið öryggi innanhús bæði hjá æðra og neðra settu stjórnvaldi og ég held að hún hafi hreinlega getað gengið út frá því að það væri ekki verið óska eftir þessum upplýsingum nema því að maður þyrfti á þeim að halda. Ólöf segir að þegar sé byrjað að yfirfara verklagsreglur varðandi meðferð persónuupplýsinga. Á hún að segja af sér sem lögreglustjóri? Nei, það tel ég ekki. Af hverju ekki? Af því ég ber til hennar fullt traust í því starfi sem hún gegnir. Þögn Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur sksamskipti sín við Gísla Frey Valdirsson við upphaf lekamálsins hefur ekki rýrt það traust sem hún nýtur til að gegna embætti lögreglustjóra í Reykjavík. Þetta segir innanríkisráðherra. Lögreglustjóranum á Suðurnesjum bar að kanna hvort beiðni aðstoðarmanns innanríkisráðherra greinargerð Tony Amos væri lögum samkvæmt. Innanríkisráðherra ber fullt traust til Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur. Persónuvernd úrskurðaði í síðustu viku að ekki hefði verið lagaheimild fyrir því að Sigríður Björk Guðjónsdóttir, þáverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum og núverandi lögreglustjóri í Reykjavík, sendi Gísla Frey Valdórssyni, þáverandi aðstoðarmanni innanríkisráðherra, greinargerð lögreglurannsókn á hælisleitandanum Tony Amos, daginn eftir að Gísli Freyr lag minnisblað Amos í fjölmiðla. Sigríður Björk skráði sendinguna ekki í málaskrá lögreglunar á Suðurnesjum. Sjálf þvertekur hún fyrir að hafa brotið lög. Ég ber fullt traust til Sigríðar Bjarkar og ég held að hún hafi starfað fullum heilindum í þessu máli. Hún var í mjög góðri trú þegar hún afhenti þessu gögn til ráðuneytisins. Persónuvernd segir að sá sem ber ábyrgð á miðlun upplýsingana, í þessu tilfelli lögreglustjórinn á Suðurnesjum, beri ábyrgð á að vinnsla þeirra samrýmist lögum. Berist honum beiðni persónuupplýsingar eigi hann að kanna á hvaða lagagrundvelli beiðnin sett fram og taka afstöðu til hennar í því ljósi. Eftir að DVF upplýsti samskipti Sigríðar Bjarkar og Gísla Freys í nóvember sendi stjórn Lögreglustjórafélags Íslands frá sér fréttatilkynningu til varnar Sigríði Björk. Tilkynningin var send úr tölvu Öldu Hrannar Jóhannsdóttur, aðstoðar lögreglustjóra í Reykjavík og helstu samstarfskonu Sigríðar Bjarkar til margra ára. Formaður Lögreglustjórafélagsins sagðist hafa fengið tölvuna lánaða. Í fréttatilkynningunni segir að lögreglustjórar hafi aldrei þurft að efast heimild starfsmanns ráðuneytis til að eiga í samskiptum við lögreglustjóra eða að samskiptin séu skráð í málaskrá ráðuneytisins. Lögreglustjórar líti einfaldlega svo á að ekki þurfi að efast umboð ráðuneytisstarfsmanna til samskipta við lögreglustjóra. Nokkru eftir samskipti Gísla Freys og Sigríðar Bjarkar lagðist lögreglan í Reykjavík í margra mánaða rannsókn á lekanum úr ráðuneytinu. Á meðan rannsókninni stóð greindi lögreglustjórinn á Suðurnesjum, Sigríður Björk, lögreglunni í Reykjavík aldrei frá samskiptum sínum við Gísla Frey. Hefði ekki verið eðlileg krafa, því að þú ert að tala traust til manneskju sem fer fyrir stofnun sem á þínu vegum eða þíns ráðuneytis, hefði ekki verið eðlileg krafa að hún léti þær upplýsingar lögreglunni í té? Já, allar þær upplýsingar sem var vörðuð málið, þær áttu að vera í málaskrá innanríkisráðuneytisins og koma þaðan til lögreglunnar. Já, við lögreglurannsóknina sjálfa. Hún situr þar á upplýsingum í heilt ár, ekki satt. Hefði ekki verið eðlileg krafa, finnst þér þetta ekkert rýra hennar traust að hún hafi ekki
látið þær upplýsingar sem hún hafði þau samskipti sem hún hafði við Gísla Frey, látið þau lögreglunni í té. Ég lít ekki svo á að þessir atburðir hafi rýrt traust Sigríðar Bjarkar til að gegna embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Það alveg kristalklart. Ég tel svo ekki verið. Takk.